Heil og sæl. Í þessu þætti ætlum við að tala áfengisneyslu og alkóhólisma og edrúmennsku út frá ýmsum sjónarhornum og svona velta fyrir okkur þeim leiðum sem fólk getur farið til þess að takast á við alkóhólisma. Og ég var svona að hugsa það, mér er þetta dálítið hugleikið. Ég sagði nú frá því fyrir nokkrum mánuðum sjálf að ég væri hætt að nota vín. Og viðbröðin kom mér svolítið óvart af því ég hef nú sagt frá ýmsu úr mínu persónulega lífi ævina en þegar ég sagði frá þessu að þá svona upplifði ég að fólk hrykkir stundum í baklás og fyndist þetta svolítið vandræðalegt. Ég væri að segja frá því að ég væri hætt að drekka og hvort ég hefði þá bara verið farin að mæla göturnar í Reykjavík eða hérna á Akureyri eða hefði verið algjörlega bara búin að missa tökin á lífinu, sem var nú ekki. Nema hvað, ég var að hugsa þessum samlíkingu. Við erum misjöfn á holdafari, sumir eru grannir, aðrir eru pínlítið þéttir, sumir eru örlítill ofþyngd og svo enn aðrir sem eru að glíma við offitu vandamál. Allt þetta fólk sem er yfir kjörþyngd og er svolítið feitlagið, það kannski þarf að taka á sínum málum og vill lifa heilbrigðari lífi. Það þýðir það samt ekki að það þurfi allir að leggja af með sama hætti. Það er ekki allir sem þurfa að fara í aðgerð á Reykjalund þó þeir séu feitlagnir. Það getur dugað sumum að bara breyta lífstíl, fara að borða hollt og hreyfa sig. Kannski dugir sumum bara að hætta að drekka allt kókið sem þeir hafa verið að drekka og borða nammið. Og svo er kannski bara enn aðrir sem þurfa bara að fá betri svefn og hvíld svo þeir sé ekki alltaf að borða eitthvað óhollt. Svo er enn aðrir sem þurfa kannski að fara í aðgerð. Þannig að þegar við mætum manneskju sem hefur lagt af einhver kíló þá hugsum við ekki endilega, já, hún er bara að fara í aðgerð. Við spyrjum kannski bara, hvernig fórstu þessu, hvernig fórstu að þið að leggja af? En þegar við heyrum einhvern sem er hætt að drekka, þá erum við alveg komið fyrirframgefnar hugmyndir. Þú veist, viðkomandi hefur bara búin að missa algjörlega tökinn á lífi sínu, hann hefur örugglega farið í massífa meðferð og svo framvegis, sem auðvitað bara hið besta mál ef að fólk þarf á því að halda. En ég er semst búin að fá gesti til þetta til þess að ræða þessa hluti bara svona opið og eðlilega. Af því ég held að alkóhólismi sé alveg ótrúlega mikið feimnismál en þá dag í íslensku samfélagi. Og hingað eru þau komin, Hannes Kristjánsson og Birna Rún Arnarsdóttir sem eru náttúrulega bara margt og mikið í sínu lífi en eiga þá sameiginlegu reynslu að hafa hætt að drekka og fundið að það var það sem þau þurftu að gera. Og mig langar kannski bara að byrja því að biðja ykkur að segja okkur að liti frá ykkar ferli, af hverju, hvernig er ykkar saga? Og saga með og án áfengis. Já, ég hætti að drekka árið 2005, þannig að það er að vera 11 ár núna í sumar. Og saga mín er ekkert svakaleg eða neitt þannig en þetta var orðið svona, hvað ég segja. Þú veist, þegar ég drakk ekki þá leið mér illa og þegar ég drakka þá leið mér vel í korter og svo leið mér aftur illa. Og þetta var orðið svona rússibanni. Þú veist, þegar helgin var búin þá leið mér ekkert rosalega vel og svo þegar kom kannski miðvikudag, fimmtudagur þá komið stuðugömlu þú veist. Spenna og þannig að það hafði svona mestu áhrifin þú veist, á heimilislífi líka. Að því ég kem þú veist, ég náttúrulega, ég á stóra fjölskyldu og við eigum 3 stráka því ég hætti að drekka og þá var ég 24. Og þetta breyttist neyslumunstri eftir ég eignaðist börnin og það fór að vera bara svona helgar. Áður fyrir var það kannski drósta fram fimmtudag og stundum miðvikudag eða eitthvað þannig en eftir að börnin kom til sögunar þá fór þetta að vera svona helgar og ég var bara orðin manneskja sem mér langaði ekkert að vera. Ég var mjög óánægð með einhvern veginn allt og alla og lífið var bara ótrúlega
ömurlegt, ef maður að segja þannig, sko. Og fíblunum hafði fjölgað í kringu þig. Já, alveg, sko. Og það var svo leiðilegt að keyra. Það var allir svo miklu kjánar og enginn að nota stefnuljós og þú veist. Og en ég tek ákvörðun að hætta að drekka eftir sem sagt eina harða helgi, getur við sagt bara. Og hef strax samband við sem sagt neyðarsímann hjá AS-samtökunum og fæ samband við konu sem tók með sér og ég byrjaði bara í frekar massífri sporavinnu bara strax. Já, þá fórstu ekki semst í meðferð? Þá fór ég ekki í meðferð, nei. Og þetta hafði mjög jákvæð áhrif á mig. Fórstu þá bara alltaf í svona viðtöl eða svona spjall við þennan einstakling? Já, ég bara hitt hana reglulega og svo vann ég svona vissi verkefni og 12 sporin, er það? 12 sporin, já. Og las bókina, Aða-bókina og það hjálpaði mér til að byrja með, algjörlega, sko. En eitrunganga mín er alltaf búin að vera, hún er svolítið löng, þetta er hvað, spanna 11 ár. Og það hefur ekkert alltaf verið bara, þú veist, svona, sko. Og stundum þá hafa verið þannig tímar að þú veist, mér langar bara svolítið mikið að fá mér í glas. Já, það er sjúkdómurinn. Já, algjörlega. Og en ég sem sagt, sko, þegar ég er búin að vera edrú í 7 ár, að þá er ég á einhverju stað þar sem ég, sko, ég hvorki kemst áfram aftur og bak, sko, ég er bara einhvern veginn föst í einhverju svona pitti, þú veist, mér líður alveg hræðilega illa, mér langar ekkert heitar en að fá mér í glas, en ég bara einhvern veginn, mér langar það samt svo ekki, mér langar ekki að lenda á þessum stað aftur. Þú mundir það hvað það var vont. Algjörlega. En samt svona, þegar ég hugsa út í það, þú veist, þá var ég samt algjörlega á sama staðnum. Þú veist, það kom svona sama munstur í mig, sko. Þú veist, ég var í mastersnámi á þessum tíma og ég var að gera rannsóknar verkefni og átti það til bara svona, já, ég tek þess helgi í þetta. Heyrðu, ég ætla að skjótast í burtu yfir helgi. Ég ætla að skjótast hérna, ég þarf að, þú veist, þetta er alveg eins og því ég var að drekka, sko. Eirðarleysi? Já, það er rosalegt eirðarleysi. Já. En, já, og þannig að ég hafði samband við Önnu Hildi hjá SÁÁ og við ákveðum að ég myndi þá bara fara í meðferð og byrja að fara inn á Vog, sem var svolítið sérstakt. Af því þú varst ekki búin að vera að drekka í rauninu? Nei, og Vogur er líka, þú veist, afvötnun. Þú veist, þarna kem ég inn alveg blá edrú, sko, en alveg afskaplega veik. Já. Og já, það er mjög sérstakt að vera innan fólk sem er kannski að trappa sig niður eftir sko margra ára neyslu og þarna kem ég bara en ég hafði rosalega gott að þessu. Já. Ég lærði alveg ótrúlega margt og ég var þarna inn í 12 daga. Svo fór ég heim og ákvað að fara í eftirmeðferð á Vík og var þar í 4 vikur. Já. Þetta hefði verið gott á sínum tíma að fara í meðferð. Ég segi það ekki. Fá þess að sko fræðslu. Já. Að því að einhvern veginn þegar ég kem inn eftir 7 ára edrúmennsku þá veit ég samt að ég ekki neitt. Alla þessa vitneskju sem ég fæ inn á Vogi að ég hugsa bara vá, í alvörinu, er þetta svona? Og eins meðferðin á Vík, hún var náttúrulega alveg ótrúlega góð. Byggist þetta mjög mikið upp á fræðslu? Er alltaf að vera að fræða? Já, það er náttúrulega fræðsla og svo er þessi svona grúppan, þú veist að þá kynnist öðrum konum í þínum hóp og þið deilið ykkar sögum og svo gerum við verkefni og þú veist, og svo erum við alltaf einhvern veginn að finna leið til að vera sko, til að fungera í samfélaginu, þú veist, og verða alltaf betri og betri, sko, þú veist, og styrkja okkur og annað, sko. Þannig að ég hefði ekki viljað sleppa þessu, alls ekki, en það loksist núna að þá einhvern veginn ég er svo sátt í mín eigin skinni og það skiptir svo miklu máli til að vera til að vera þessi heilbrigði einstaklingur. Þá gengur manni betur að varðveita edrúmennskunni, að þú ert sátt í eigin skinni og þegar ég gef mér tíma og þegar ég og maðurinn minn gefum okkur tíma saman sem við bara gerðum aldrei, sko, að þetta gerir alveg ótrúlega mikið bara fyrir mig og svo náttúrulega bara fyrir fjölskylduna og til dæmis núna ég hef ekki fengið löngun í áfengi í mjög langan tíma og það var eitthvað sem ég reglulega sko fann fyrir. Áður en þú fórst þarna í meðferðina og hafa verið fundið svona, já. En hvað segir þú, Hannes? Hvernig er þín saga með þetta? Heyrðu, ég kannski, skulum segja
ég sjá ekki neitt mun á mér og öðrum hérna sem ungling og hérna bara alls ekki. Síðan svona, segja kannski árið, segjum bara 2000, eitthvað svoleiðis. Það var svona, þegar maður átt að segja því, sko, maður svona tók eitt svona stjörnufyllir í, sko. Já. Og stjörnufyllir í, það var svona, sko, þú veist, svona eins og hinni, sko, framan á kvöldi. Já. Svo bara einir heim að sofa, sko. Þá þetta rétt að byrja einhvern veginn, sko, svona vaknar upp og það res og... Já. Svo svona, þú veist, þetta getur tekið á símsa myndi, kannski allt inn á Laugaveginum og það orðið bjart og mávan að geta pilsu sem að hérna einhver var að fá sér. Já, og þú ert þar. Ja. Það er svona, þú veist, þú ert bara, ég var að drekka knýjandi þörf. Já. Og hérna, ég get alltaf fullur og ég get alltaf að drekka. En þegar ég drakk svona, drakk ég að knýjandi þörf. Helst, sko. Ekki til þess að gera bara einhverja góða stund betri heldur vegna þess að þú... Nei, og þú veist, svo alltaf var þetta líka oft svona hindrað. Þú veist, þetta gengur ekki núna. Ok, ég sleppt þessu, ég leiði ekkert vel með það. Voðalega gott líka bara, já, þú veist, kannski fara á svo tíð, menn gott að þetta bara í að kvöldið áður, skiljur. Já, bara orðið svo spenntur og þú fórst bara að drekka kvöldið áður. Já, ég segi svona, skiljur, það slæra á maður, sko. Já. Nei, þetta er svona, já, en svo tekur maður eftir þessu og, þú veist, maður svona auðvitað, þú veist, bara þessna felur þetta á allt þetta, skiljur, þetta er svona eitthvað sem fínt að sópa sundi teppið, sko. Já. Bara eins og tala auka kílóan, skiljur. Já. Það koma kannski. Já. En hérna, nei, síðan kannski líði einhver 10 ár og eða 9 ár, líða kannski 9 ár, 2009, ég hafði með í það sko að fara að tala hérna við Önnu held ég hérna á Akureyri og hérna, ég man eftir þessu skilja, það var maður leitt vel svona til begge hliða og maður labbaði inn í húsi sko. Já, gangast einhver segið. Þetta þú veist, ættilegu staður sko. Já. Og hérna. Þetta vandræðilegt. Svo þú veist, kem ég hann inn og þessum manneski sem ég kannast við og hún fer bara eitthvað að tala sína reynslu og já. Og svona og ég fer að segja eitthvað og hún segir hérna, já, hérna náttúrulega, það er náttúrulega bara gott að þetta drekka, sko. Já, svo bara fór ég heim með það og ég sagði, já, ég er bara hættur að drekka. Og hætti bara að drekka. Svo náttúrulega koma svona moment, skilur, ég menna, tengdamamma býður í mat og þú veist, það er rauðvín með vatni og það hefur alltaf fengið rauðvín með vatni, ég menn, hvað ætlar að gera? Já. Gerir það náttúrulega bara og þú veist, það er svona, svo þetta allt í einu bara fann að drekka þetta, sko. Og það fattaði að ég gat ekki tætt sjálfur, sko. Ég fattaði að ég var að, þú veist, ég var bara háður. Já. Og hérna, það er ekki þægilegt að fatta það, sko. Nei. Þannig ég fer aftur, sko, það er árið í liði, ég farið aftur til Önnuhildar og segi þetta bara við hana. Og hún segir nákvæmlega sama við mig aftur, sko. Já. Og þá fattaði ég náttúrulega líka, ok, ég get náttúrulega bara haldið þessu áfram og farið einu svona árið til Önnuhildar. Já. Eða bara friðþæging einu svona árið. Eða bara tekið hérna boltaskinn og klára þetta sem var að segja. Já. Og hérna, hvað verið það best að kýla á þetta. Og kýldi á þetta bara samdægurs. Já, bara sama dag og fórst þarna til henni. Já, ég bara hríti bara, heyrðu, ég er bara hérna. Já, ég held það vegna þess að hún örugglega græjaði sko pláss og ég fyrir mig bara. Já, bara nú nýr. Eiginlega strax sko. Já. Og hringdur þá bara í vinnuveitenda og fjölskyldu og sagði bara, heyrðu, þetta er staðan og ég er farin. Já. Já. Og gerði það og það var náttúrulega, þetta var svona, við vorum hissa. Já. Og ég er kannski bara hissa ennþá held ég. Eða sumir sko. Já. Og hérna, kona mér var samt ekkert hissa sko. Nei. Svo þekki mér best. Já. Þekkti mynstrið. Já. En hérna, svo náttúrulega, þú veist, maður kemur inn á Vog og þetta er ákveðin pakki og þetta er svo fyndið, ég er náttúrulega svo grandaralaus fyrir þessu að sko, ég vissi ekki eins og svona Staðarfell væri til. Ég held þú færi bara þarna í 10 daga á Vog og fiksaði þetta. Já. En það er sérst þannig að ég fer hann á Vog, eiginlega, þú veist, og það er bara svona standardstoppistu og það verður allir að fara á hana, háir og lágir og allt það sko. Þú hérna, það er bara kerfið, það er bara þannig. Ég var 9 daga á Vogi, kemur svo heim í einhverja 3 daga eða eitthvað og hérna, fer svo á Staðarfell. Sem ég vissi ekki að vera til, sko. Ég vissi ekki að vera til eitthvað sem heitir Staðarfell, en ég vissi ekki að vera til svona meðferðarstofnun. Og þetta var frábær reynsla, sko. Já. Og Staðarfell er náttúrulega einhvern veginn svona, það er svona meiri síja, sko. Þetta er ekki stoppistöð til að hvíla sig allavega. Nei. Það er alveg pottþétt, sko. Já. Þetta er fyrir þá sem það er svona massíft prógram. Virkilega ætla sér að eitthvað með þetta, sko. Já. Og hérna bara mánaða prógram. Já. Þú veist, grúpufundir. Já. Hérna, náttúrulega fyrirlestrar. Já. Og hérna, mér finnst þessi grúpufundir æðislegir, sko. Já, já. Þú verður, sko... Er það að deila reynslu bara með öðrum? Það er bara hérna, fólk að sitja í hring, sko. Já, já. Svo þetta gert einhvern veginn þannig, sko, að sá sem er kannski þeir sem eru búin að vera lengst, þeir eru aðalega að tala, sko. Já. Og maður byrjar að hlusta.
og þá náttúrulega sko, þá leggur maður niður varnina sko. Og speglar sig í hinum. Speglar sig endalaust sko, sér hluti og er svo tilbúin að tala sjálfur þegar það kemur að manni sko. Já. En sko, hafið þið bæði stundað sko fundi að samtakana eftir að þið hættu að drekka? Já. Og svo náttúrulega einmitt þetta kemur út og það er náttúrulega sagt manni, ok, þú veist, prógramið er búið. Já. Ykkar býður hlaðborða möguleikum hjá til dæmis AA samtökum. Þú veist, og það ég meina hlaðborða möguleikum, þetta bara eins og þú getur bara tekið með samleggingum með öllu mögulegu. Það margir möguleikar, sko, maður fara margs konar leiðir og og það svona náttúrulega bara áráði fyrir því að koma, fara í samtökin og verða virkur. Þú veist, fara bara í þjónustu samtökum, þú veist, vera bara í þeim. Já. Og stunda þessa fundi. Vegna þess að það hjálpi manni. Og þess að það gerir það. Það er ekki spurning. Og ég sé ekki eftir þessu, það er ekki spurning. Nei. Hvernig fannst ykkur að mæta samfélaginu eftir að þið fóruð í meðferð og hættu að drekka og svona? Sko, hvernig er ykkar upplifun af bara svona viðbrögðum fólks við því? Þú ég. Bara þess að maður grípur fyrst orðið. Sko, það var kannski svolítið sjokk, held ég. Ekki hjá manninn mín, eins og Hannes talar um konuna sína, því að ég vissi náttúrulega algjörlega hvernig staðan var hjá mér, sko. Já. En svona fólk í kringum okkur og þetta var svo sem ekki mikið rætt. Það svona breyttist kannski rosa lítið, þú veist, vinkonurnar voru samt að hittast og fá sér í glas og eitthvað svona, sko. Já, og þú með. Já, en svo bara fór ég að draga mig úr, sko, því að, þú veist, ég gat ekki alltaf staði í því að vera alltaf innan áfengi, sko. Nei. En aðrir, svo bara fjölskylda mín, það er náttúrulega bara að fara í meðferð, það er bara eins og að fara í háskóla, sko. Já, vel gert, þú veist. Já. Og það er rosa gott, sko. Já, það er bara viðurkennt. Algjörlega, sko. Það er bara, ekkert hvort heldur hvenær þú ferð í meðferð, sko. En heldur það geti verið að einhverjir hafi upplifað þegar þú komst að því að fólk var kannski ekki mjög meðvitað það, eða svona almennt kannski að þú væri að misnota vín og það væri vandamál í þínu lífi, áfengisneysla. Og þá tekið það fram náttúrulega að þetta snýst ekki magn áfengi sem fór inn fyrir þína varir, heldur að þetta væri vandamál sem hegðun, skilurðu. Að heldurðu að að þegar þú komst og fórst að segja frá þessu að sumum finnst þetta óþægilegt því að þeim fannst eins og þetta svona bara væri kastljós á þeirra eigin hugsanlega vanda. Að því ég hef stundum upplifað það eftir að ég sagði frá því að þetta drekka eitthvað svona, að því ég var náttúrulega bara einmitt, sko, þannig ég farið nú tjá mig sjálf þetta persónulega, skiljiði, þú veist, að því ég fór ekki meðferð, ég bara hætti að drekka og bara hef svona notað það að hreyfa mig og tala við gott fólk og lesa efni og allt þetta, að ég hef upplifað það svolítið, sko, að fólk hugsi, þegar ég er að segja það, ef það verður vandræðilegt, þá er það einhvern veginn eins og að segja, sko, því finnst eins og ég sé að segja, þú þyrftir nú líka að hætta þessu. Þú ert nú líka sem að maður er náttúrulega ekki að gera vegna þess að hver og einn verður auðvitað að finna innra með sig hvort að þetta sé eitthvað vandamál eða valda honum vanlíðan eða sé að skerða lífsgæðars. En það er kannski, mér finnst mikilvægt bara að segja það einhvern veginn í þessu þætti, að það er kannski svolítið þessi ég upplifði stundum, eins og fólki finnst að ég sé með því að hætta að drekka, af því að ég var ekki einmitt hérna bara veltandi göturnar, sé ég að stilla öðru fólki upp í vegg og segja við að, heyrðu, er þetta ekki hugsanlega vandamál í þínu lífi sem að maður náttúrulega ekki gera því að maður á nú bara ná með sjálfan sig og varðveita eigin heilsu, skiljiði. Upplifðir þú svona stundum að það væri já, þannig? Algjörlega. Já. Og jú, ég gerði það klárlega en það er líka kannski hægt að þú veist, eins og maður sér fólk sem búin að grannast rosalega og þú bara, veitu, hvað gerðirðu? Já. Þú veist, bara, veitu, Þannig fólk er kannski líka bara að leita eftir ráðleggingu. Jafnvel, sko. En þú náttúrulega ert alltaf að leita kannski að einhverju lausn, sko, hvort sem það er að grennast eða hætta að drekka eða eitthvað þannig, sko. Og ég held að þú svona kannski En upplifðirðu að þér var ekki lengur boðið
eitthvert eða einhverju hættu samskiptum við því eftir þetta? Ekki beint hætta samskipti. Eða svona hættu að bjóða þeir að koma? En sko, þú veist, matabúðum fækka alveg stórlega, sko. Og hérna, það var hringt og bóðið mér í afmæli eða partí og sagði að það verið áfengi, þú veist. Já, tekið fyrir. Og í dag snertir þetta með enga veginn, sko. Þú veist, ég fer bara hvers ég ætla mér að fara og ef það er áfengi þá er það bara þarna. Þú veist, það snertir með enga veginn í dag. Og hérna, en ég finn fyrir því núna einhvern veginn að fólk spyr mér stundum. Finnst þér óþægilegt að ég fá mér í glas? Eða finnst þér óþægilegt að við sem að fara þangað og það er áfengi? Og þetta snýst bara ekki mig. Þú veist, ég er náttúrulega bara að mæta stað þar sem ég ætla ekki að fara að stjórna öðru fólki hvort það ætla að drekka eða ekki, sko, þú veist. Það var náttúrulega bara kjánalegt, sko. En hérna áður fyrr, þú veist, þegar maður kannski var sem veikastu fyrir, að þá voru þessar aðstæður mjög óheppilegar. Svona partí og matabóðar sem var vín og svo leys. Fannst þér þá ekki njóta þess kannski að vera því þetta var svo mikil áreynsla? Já, og líka, sko, þú veist, einhvern tímann héldum við hérna partí heima, við vorum búin að taka neðrihæðina okkar í gegn, sko, kortið fyrir jól og við sem sagt buðum fólkinu sem aðstóða okkur og vorum með áfengi og ég var allt kvöldið bara, ertu með áfengi? Ertu ekki með bjór? Á, ég lág bjór fyrir þig. Þú veist, þannig að ég var svolítið að stjórnast í því hvort að fólk ætlaði ekki að drekka svolítið meira. Já, þá var það svona þú varst að drekka svolítið í gegnum fólki, sko, að bláta sem hinn að drekka svolítið. Já, algjörlega. En þú, Hannes, svona viðbrögð samfélagsins eftir að þú hættir að drekka og... Heyrðu, bara ótrúlega lítil. Já? Var fólk meðvitaðan um það í kringu því að þú værir að misnota vín og þetta væri vandamál? Nei, ég held bara ekki, sko. Nei. Og ég held líka, þetta er náttúrulega svo mísat auðvitað, sko. Það eru það kannski farið yfir þetta eins og ég segjum bara staðafelli, þú veist, hvað ætlar að gera, hvern ætlar ekki að tala við þú kemur út? Og þetta getur verið bara, ég meina, kannski bara 20 strákarana sem segja bara, já, ok, þetta er náttúrulega bara öll adressulistin í símanum mínu, sko. Þetta er, sko, sem ég þarf að losa mig við, sko. Skilur, þeir munu, sko, snúa mér inn í hérna aftur, sko. Í neysluna, já. En í mínu hlut, þú veist, í mínu tilfelli, þá var ég skemmtaefnið, þú veist, vininni voru bara fínir. Já, ok. Ég myndi segja það, sko. Já. Þannig að, hérna, bara... Þannig að það var ekki vandamál fyrir því að koma tilbaka og vera í samskiptum? Nei. En hvernig fannst þér að koma þar sem var verið að drekka og svo leiðis? Ég börti í manna alltaf, en bara skrítið fyrst örugglega, en ekkert mál hérna setna meir og hérna bara ekkert mál. En hvað finnst ykkur þá? Af því það er nú aktúel dæmi í dag og umræða sölu áfengis í matvöruverslunum. Hver er ykkar svona afstæða til þess? Já, eins og ég segi, ég trú á frelsi einstaklingsins og allt það, en ég vil alveg velta því fyrir mér og ég held að þetta sé ekki, við ættum ekki að gera þetta. Nei. Það eru bara svo margir sem þurfa alls ekki á þessu að halda, sko. Heldurðu að, sko... Bara gerir meira ógagn en gagn, það er nú bara það. Já. Og kannski getur ekki verið, þú veist líka, að því fólk hugsar, já, býtu, allgarnir bara stýra öll í þessu samfélagi og bara geta þær ekki séð áfengi í matvörubúðum öðru sinna falla. En er þetta ekki líka bara spurningu þá sem eru einmitt ekki búnir að taka á vandanum og eru kannski í einmitt mikilli neyslu og eftir því sem er meira áfengi kringum það og sýnilegra og auðveldar að ná í það, að þá er... Bara algjörlega og svo er náttúrulega líka þetta, þú veist, það getur náttúrulega vel verið ólengar eða öll með að ná eitt allt saman, en hvernig heldur þetta sé ef afgreiðslumæðurinn er 15 ára og þá kemur 15 ára vinur og kaupa vín? Heldur hann að stoppa hann? Ekkert endilega, skilur. Hver er þín skoðun á þessu, Birna, með að selja í matvörubúðum? Sko, ég er ekki droslega ánægð með þetta. Þú veist, ef ég mætti ráða, þá náttúrulega myndi ég ekki vilja þetta. Og það náttúrulega litast að því að ég er ekkert að sækjast í þetta. Þú veist, ég kýs mér þennan, sko, óáfenga lífstíl. Þetta bara snýst algjörlega lífstíl núna, sko. Og og það að geta verið bara algjörlega til staðar fyrir börn og aðra fjölskyldumeðlimi. Þú veist, mér finnst bara einhvern veginn svona viðbót, þú veist, einhvern veginn að þú getur bara rölt út í búð hvenær sem er. Þú ert að fara... Þú veist, grípa hana rauðvín með matnum og grípa þetta með hinu og þessu og þú veist, mér finnst þetta bara rangt.
þú veist, ég veit það ekki, en svo lítur maður til Danmerkur þar sem, þú veist, menningin allt öðruvísi og svona sko. Hver mest í alkoholismi heiminn? Já, akkurat, og kannski megum við bara vera pínu stolt af því, á þessi litla þjóð, að hafa þetta fyrirkomulag, og fólk segir stundum, en það nú seldur sykur í maturubúðum og hann er nú eiturlyf og eitthvað svona, en við verðum alveg að vera edrú, gagnvart því, að sykur er náttúrulega ekki að eyðileggja heilu fjölskyldurnar og kannski ekki vera til þess að fólk þróar með sér geðsjúkdóma og kannski ekki vera til þess að fólk tekur líf sitt eins og það gerir eftir áfengisneyslu, þannig að svona aðeins kannski munur þar á og kannski ekki alveg hægt að bera það saman þó að sykur sé vissulega skaðvaldur að mörgu leyti. Kæru vinir, bara takk fyrir komuna, takk fyrir að deila þessu með okkur. Þetta er svona umræða sem ég held að sé svolítið mikilvægt að haldi áfram í samfélaginu. Þetta með að það eru líka fleiri leiðir, skilur til þess og það þú veist, alkoholismi þetta er margþætt og þetta eru margar myndir, tekur á sig margar myndir, en allt snýst undir það að ef maður upplifir að manni líði ekki vel og eitthvað sé ekki í lagi hjá manni og áfengi komið þar við sögu, að þá orðið tilefni til þess að Ég held til dæmis líka náttúrulega að það væri alveg hrikalega leiðilegt að vera edrú. En ég get alveg lofa ykkur því að það er ótrúlega frábært og ég hef náttúrulega endilega skora á alla sem er eitthvað að hugsa að gera eitthvað í sínum málum og gera það bara. Heyrðu, takk fyrir Birna Rún og Hannes og við sjáumst aftur, kæru vinir, í næstu viku. Takk.